Þannig þetta náttúrulega dásamlegt. Svo velkomin aftur á samkomu í húsinu okkar. Kirkjan kemur saman á ný í Guðs húsi. Amen, það dásamlegt. Og það náttúrulega alveg þess virði núna að óska sjómönnum og öllum þeirra fjölskyldum til hamingju með daginn. Til hamingju með sjómannadaginn. Áður en ég segi það sem mér býr í brjósti, þá langar mig í ljósi þess sem búið að gerast í heiminum. Ekki bara COVID, heldur afleiðingar ýmiss konar af svona kynþáttamisrétti og rasisma sem að birtingamyndin hefur verið svolítið í Bandaríkjunum. En hún líka hér og við vitum alveg af henni. Það voru stöðumótmælinir á Austurvelli daginn og ég gæti predikað þetta en ég ætla ekki að gera það. Ég ætla hins vegar að benda ykkur að hlusta á hann Helga Guðnason, forstöðumann í Philadelphíu, frá því í morgun. Bara farið inn þegar þið hafið tíma, sem upptakar örugglega til, hlustið á hann og leyfið orðinu sem hann talar að setjast það í hjarta ykkar. Það dásamleg. Það varla hægt að kalla þetta, ég veit ekki hvað að kalla þetta, fræðsla, hvatning, áskorun. Dásamleg. Hlustið á það. En, hvað ætla ég að tala um? Svo ég ætla að rifja aðeins upp. Já, segðu. Í stað þess að fara á okkar fyrstu samkomu núna í einhverja svona flókna og djúpa og mikla kennslu eitthvað og þið veitir hvernig ég er svona kennari í mér, helst vil ég hafa framhald sko. Þú veist, maður klárar ekkert efnið bara í fyrstu, svo mamma þetta bara næst og svo þetta bara svona fræðin, svona gamli kennarinn og ég var kennari hérna í gamla dag í skóla og þannig var það, þú veist að þú klárar ekki dönskubókina bara á fyrstu síðu og það tók alla veturinn, en mér langar að hvetja ykkur í dag með ákveðna þætti því að mörg ykkar, bæði hér í salnum og þeir sem eru að hlusta heima, eru að treysta Guði fyrir ákveðnum hlutum. Það er misjafnt hvað við erum að treysta Guði fyrir. Og það er líka misjafnt hvað við erum búin að ganga lengi með Guði, þegar ég segi ganga með Guði, þekkja hann og þora, ef að segja, kunna, og sumir mér segjast ekki kunna það ennþá, að biðja hann. Biðja hann að mæta, biðja hann að koma með þá hluti sem þarfnast í lífið, lækninguna þína, fjármálin þín, sambandið þitt við maka þinn eða unnusta, börnin. Ekki síst þegar þau verða unglingar. Þá bara breytist allt. Já, bara breytist. Þið vitið, það er allt annað. Þegar börnin að verða fullorðin að vilja, náttúrulega vera fullorðin miklu fyrr heldur en þeir eru orðin það, þá það erfitt. Þetta þekkjum við öll. Ég veit að enginn ykkur var þannig unglingur, en það eru margir aðrir unglingar svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Og þegar við erum að treysta Guði á þennan háttinn, þá oft barátta. Og barátta snýst oft þetta að ef að svarið eða lausnin eða það sem við þörfnumst, við erum svo hóvar, veit ég flest, að við erum bara að biðja Guð það sem við þörfnumst. Höldum við allavega. Oftast það þannig. Ég ætla bara að skjóta þið inn hér, ég er ekki bara að tala um það, ég skjóta þið inn því mér líka biður það sem þið þarfnist ekki, sjáðu. Bara segja, hann er svo ríkalega góður. En ef að það kemur ekki svar, þá kemur oft örvænting, það koma vonbrigði og það koma oft, jafnvel særindi út í Guð, út í kirkjuna, út í aðra kristna, af því að þú einhvern veginn ert að missa af því sem þú þarfnast og þráir í lífið og Guð ekki að mæta því.
Og mér langar að ávarpa þessa stöðu. Og það getur vel verið að það sé ekkit, það getur vel verið hjá einhverjum ykkar sé það bara mjög alvarlegt sem að biðja að treysta Guði fyrir þessu virkilega þarnast. Það er komin sú staða að það þarf að komast gegnumbrot. Aðrir eru kannski það sem við hin myndum kannski segja þetta nú ekkert svo stórvægilegt bara hingraðu bara. En það breytir engu. Því þegar við erum í þessari stöðu að bíða eftir svarinu, þá er það stórt fyrir okkur. Þá er það stórt og við þörfnumst þess. Og hvað gerum við í þeirri stöðu? Hvernig bregðumst við þegar við lendum í svona stöðu fram fyrir Guði? Að við erum búin að biðja og við erum búin að biðja alveg, þú veist, sumir svo orðuglir eru alveg búin að biðja í 5 mínútur, sko. Þú veist, bara alveg. Og það gerist ekkert. Þú veist, sumir eru óþolinmóðir, við veitum það. Það bara, hann bara svaraði mér ekki. Ég átti eina bænastund í 5 mínútur og það kom ekkert. Látum það vera. En þau eru búin að biðja í 5 ár. Og 15 ár. Og það er ekki enn komið. Og það er ekki eins og þú sért að biðja um eitthvað sem að hann ætti ekki að vilja gefa þér. Í orðunum er þessi ekki, þú getur sýnt fram á ritningaversa því í orðunum er þetta eitthvað sem hann vill gefa þér. En þú ert ekki búin að eignast. Og hvað gerum við þá? Við förum í alls konar leikfimi. Við förum bara við getum byrjað svona einhvern veginn. Ég vissi þetta. Ég er ekki þessi verður að fá þetta, sko. Ég er ekki góður. Ég stend mig ekki nógu vel. Ég er bara, ég vildi óska að ég væri betri og Guð, það myndi Guð heyri í mér. Hann heyri náttúrulega ekki í mér. Bara, þú veist, himinn er lokaði fyrir mér. Hann er sem eir. Það bara jártjald fyrir eða eirtjald og hann heyrir ekkert og bæninnar fara henni upp í lofti og þetta beint strax svona með aftur og, þú veist, og það er náttúrulega allt mér að kenna. Ég er ómögulegur. Og ef við komumst að þeirri niðurstöðu að við séum ómöguleg, þá gerum við tvennt allavega. Annaðhvort hörfum við alveg og við gefumst upp. Og við bara gefumst upp og segja þetta þýðir ekkert. Til hversu óskopunum er ég að þessu. Eða við fyrir í hina áttuna, hvað þarf ég að gera? Þarf að gera eitthvað hérna? Það að laga mig. Heyrðu, Inga byrjuð með bænastundunar aftur. Ég þarf að mæta bænastund. Þú veist, og við fyrir að finna alla þessa hluti sem við þurfum að gera til þess að ná til Guðs. Og ef að ekkert af því virkar, þá reynum við að snúa upp á höndina á honum. Það er reynt að snúa upp á höndina á Guði. Það getur hljómað einhvern veginn svona. Guð, bara ef þú gerir þetta núna, sko, þá skal ég, sko. Þú veist, svona innantóm loforð eitthvað. Þú veist alveg, þú munt ekkert gera það. Já, því augnablikki, svo sannarlega skal þú gera það. Og þetta bara snú upp á höndunum og þú reynir að þvinga hann einhvern veginn til þess að koma með svarið. Þú ert ekki þess verður, sjáðu, þá er þú að gera eitthvað í málinu. Þú getur grátið úr augun af skömm og sekt vegna þess að þú er svo lítill og aumingilegur. Þið þekkið þess að stöðu krakkar. Ég veit ekki neinn kristinn sem ekki hefur verið þarna. Bara engan. Einhvern tímann. Yfir litlum hlutum, stórum hlutum og allt þar á milli. Spurningin er þessi. Hvað kennir Biblían okkur það sem við getum gert eða eigum að gera? Gleymum öllu því sem við höldum við þurfum að gera. Gleymum öllu því sem við erum að vöna að gera í lífinu út í hinum stóra heimi. Hvernig við reynum að fara að þóknast fólki til að fá eitthvað. Ekki þið, veit ég, fullt af fólki sem að þóknast öðrum til að fá eitthvað frá þeim. Við bara hugsum ekki þannig, við erum réttlát. Við hefðum okkur þannig að við erum að reyna, og svo þetta gengur svo langt að þetta fyrir út í smjaður stundum. Enn og aftur, þetta er aðrir, engin smjárar í þessu húsi. Sjá hvað er að fara, svona er þetta. Og við reynum að þóknast, við erum að ná okkur í hitt og þetta til þess að láta þetta hlutina ganga upp. En er það sem Biblían kennir okkur þegar við erum þessari stöðu fram fyrir Guði? Kíkjum á hvað hann segir. Byrjum á að lesa í
Tímóteusi, fyrra Tímóteusi, 6. kafla. Ég ætla að reyna að tala ekkert rosalega lengi. Ok, ekki nokkur trú á andlitinu á okkur. Það var alveg bara, ok, það var allt til að hefur, ok. 6. kafli, í 6. kafla fyrra Tímóteus 11-12. Hlustið á þetta. Þú, Guðs maður, Guðs kona, þegar ég segi Guðs maður, þannig að tala við í Krist almennt. Þú, Guðs maður, við höfum ekki gleyma því að konur eru líka menn. Þó sé ekki karlmenn, þá eru þau kvenmenn. Guðs fólk, getum við bara sagt. Forðast þú þetta, þar að segja þrætur, baráttu, reyna að fá það sem þú þarf til að klæðast, ágirnast, forðastu alla þessa þætti, það verðsinn á undan lýsa því, ég ætla að grípa niður. Ef við höfum fæð og klæði þá látum okkur það nægja stendur hér. Hættum þessari veraldlegu baráttu í eigin mætti. Hættum henni. Þú munt aldrei ávinna þessa hluti sem þú þarfnast frá Guði með veraldlegri baráttu. Svo kemur hér. Berstu, já, ég ætla að klára hitt versi fyrst. Stundar réttlæti, guðrækni, trú, kærleika, stöðugleika og hógværð. Bestu trúarinn að góðu baráttu. Höndla þú eilífðarlífið sem þú varst kallaður til og játaðist með góðu játningunni við margra votta. Þessi setning, þetta er lykilsetning. Bestu trúarinnar góðu baráttu. Og þetta segir ykkur eitt. Þetta er eina baráttan sem Biblían segir að berjast. Allt hitt er búið. Það er búið að berjast fyrir öllu öðru fyrir þig og búið að fá það að handa þér. Kristur gerði það. Hann sigraði meira segja púkan. En við að berjast trúarinn að góðu baráttu. Og hvað er það að berjast trúarinn að góðu baráttu? Ég ætla að byrja að lesa úr Orðskviðum. Þetta þekkið þið. 18:21. Dauðu og líf er á tungunar valdi. Vá. Sko, dauði og líf er á valdi tungunar. Slíkur kraftur er í orðum þínum. Ég kem aðeins að því á eftir. Ég ætla að lesa seinni hlutan þessu versi sem sjaldan lesið. Sá sem henni, tungunni, beitir, mun þiggja ávöxt hennar. Og nú ætla ég að segja ykkur eitt. Annarkvort er Guðs orð satt eða það bara er ekki satt. Ég veit, ég trúi að það er satt. Ef menn er í vafuð það, þá er þetta nú meira humbúkið maður. Ok. Nú ætla ég að segja ykkur en litla sögu. Kanski ég hef sagt það einhvern áður, það breytir engu því hún er svo góð. Fyrir nokkurum árum, þá hringdi amerískur heilaskurðlæknir frá Kaliforníu til Suður-Kóreu. Hann hringdi þar í pastor sem nú er hann háaldraður heiti Yonggi Cho. Og bara þeir sem ekki þekkið, hann, geti sagt ykkur, það er bara stærsti söfnuður heims. Það er svona 1.000.000 manns. Þetta hús myndi ekki duga. 1.000.000 manns. Þeir stofnuðu kirkjunni sinni og sendu 150.000 manns frá sér til að stofna hana. Við sendum kannski 3. Sjá hvað er að fara. Það er bara huge. Og þeir sem ekki viti þessu, nú er einhvern veginn allt að sögu, en hún er líka góð. Þeir sem ekki viti það. Kirkja sú óx og dafnaði vegna þess að hann þorði að virkja konur í þjónustu. Konur voru lykillinn að það vaksti kirkjunnar í Suður-Kóreu. Og það er í þjóðfélagi þar sem konur eru ekki á sama stað á konur hér. Þrátt fyrir það gerða það. Og Guð sagði, ok, we're on. Og það bara óks. En skurðlæknir hringir í hann og segir, Yonggi Cho, veistu hvað við erum búin að komast að hérna í læknavísindunum? Við erum búin að komast að því að talstöðvarnir í heilanum,
þær hafa áhrif á það hvernig restin á líkamanum starfar. Þær eru ekki bara til að tala orð út úr sér til að koma svona samband á við fólk og skilja hvort það er. Þær hafa áhrif á, þú getur talað til líkamans og hann sagði, veistu það, við erum búin að finna út af því ef að talstöðvar heilans og maðurinn sem hefur þær, viðkomandi, talar í hnéð á sér, stöðuga sjúkdóm, þá byrjar hnéð að gefa eftir og verða veikt. En það er líka öfugt á hinn háttinn, ef það tala lækningun í sjúkt hné, þá byrjar hnéð að lækna sig. Dauð og líf er á tungunnar valdi. Lækning er á tungunnar valdi. Heilbrigði til anda, sálar og líkama er á tungunnar valdi. Og Jón Guð sagði, hvað ertu að segja? Ég vissi þetta. Vissir? Já, þetta stendur í biblíunni, sagði hann. Læknavísindin voru aðeins eftir en það er allt í lagi. Þeir eru búin að sjá það núna. Þetta er stórkostlegur kraftur og þegar þú hugsaðu, þú segir, nei, ég er ekkert með svona vald í minni tungu. Nú ætla ég að biðja að taka 30 sekundur og hugsaðu, hvað er ég búin að vera að tala mest síðustu 10 árin? Einmitt. Og hvað er raunveruleikinn í lífið þínu? Ég þori að veðja hatt, já ég hatt, einhverju upp á það, að það sem þú ert búin að tala mest, það er stór hluti af lífið þínu. Og það er það sem Biblían er að segja. Við tökum þessu kæruleysislega, en við eigum ekki að gera það. Þannig að það fyrsta sem við gerum, þetta er áalvarlegt. Þetta var bara eitthvað djúpt. En þetta er alvarlegt. Akkur er þetta alvarlegt? Vegna þetta er sannleikurinn. Þetta er raunveruleikinn. Ef þú getur talað heilsu eða sjúkdóm yfir þig, lélegt ástand, eða hvaða nú er sem þú alls ekki vilt. Þú vilt þetta ekkert, en þú ert alltaf að segja það samt. Ef þú nærð að snúa við og byrja að tala það sem þú þráir og þarft og vilt og gefa við næstu 10 árin í það, þá væri gaman að tala eftir 10 ára og segja, hvað ertu núna? Hvað er að gerast núna hjá þér? Orðið tímatöluð. Og í 2. Korintharbréfi segir að við erum að hertaka sérhverja hugsun til hlýðni við Krist. Og þarna komum við að trúarna góðu baráttu. Þarna komum við að því hvað við þurfum og eigum að gera þegar við erum í þeirri stöðu að við erum búin að biðja og ekkert er að gerast og við erum í vandræðum og við erum á reið og við erum á sár og við erum á leið og ég veit ekki hvað við erum orðin. Skilurðu? Þá þurfum við að stoppa. Og þessi veitu, hvað er munnur minn búin að tala síðustu árin? Jesús sagði þetta öðruvísi, hann sagði af gnægð hjartans mælir munnurinn. Það sem að þið ert alltaf að hugsa í hjartanu, það er það sem kemur alltaf út munninum á þér og það er það sem skapar þitt líf. Og þú segir, ég er ekki með hennar kraft. Jú, ég benti þér á hann. Hvað ert í dag? Þú ert búin að skapa ákveðna hluti. Þetta sköpum við ekki allt í líf okkar þannig, en ákveðna hluti ertu búin að skapa. Og hvernig skapaði Guð? Hann sagði verði. Og við erum sköpuð í hans mynd. Við höfum þennan mátt í okkar tungu að tala. Og þú segir, ég er nú ekki Guð. Nei. En Guð er í þér. Það verður félagt ástand þá. Þetta er það fyrsta. Og þetta er trúarinn að góða barátta vegna þess að þú segir kannski, ég hef enga trú. Þú átt trú. Það er þú bara búin að moka yfir henni með skít.
þú átt trú í hjartanu þínu, hún gefið þér að Guði, hver einasta mann sála á jörð á sér trúar neista, hver einu. Líka þeir sem ekki trúa, þeir bara vita það ekki. Þessi trúarneistir innra með þér og ef að þú ert búin að gefa lífið Kristi, þá hefur hann fengið svona físubelg sem blæsa á hann og kveikir bál og það logar og ef hann ekki brennandi í dag og þeir finnst þú hafa enga trú eða litla trú, þá er vegna þú ert búin að vera með munnin þínum voka yfir hann. Áts, hættu þessu hana, svo leiðilegt. Það getur vel verið sér leiðilegt. En við þurfum þetta, elsku vinir, ef við viljum vera frjáls. Viltu frelsi? Jesús sagði, Gálatabréfið segir, til frelsis frelsaði Kristur, láttu ekki aftur leggja á þig ánauðar ok. Og þá segi ég, alls ekki gera það sjálfur. Ekki þú leggja ánauðar ok að það sem Kristur er búin að setja frjálst. Með því hvernig þú hugsar og talar. Þannig að trúarinnar góða baráttu er þessi, að stoppa þegar þú ert í þessari stöðu sem verður að lýsa á og segja, ok, hvað er það? Fyrsta lagi kannski, er ég að berja trúarinnar góða baráttu? Eða er ég bara að kvarta? Eða er ég bara að kveina? Er munnum minn að tala dauða en ekki líf? Stoppaðu, staldra bara, verðu heiðalegur, horfðu bara framan í sjálfa eins og þú horfðu framan í sjálfa á mótnana í spegli. En enda reynum að breyta okkur þá áður og förum út í daginn, en það er svona mál. Stoppum bara við erum heiðaleg við okkur sjálf. Hvernig er ég? Hvað er ég að hugsa? Hvað er ég að tala? Vegna þess að Kristur vinnur alltaf í sannleikanum, hann er sannleikurinn og vinnur þessum alltaf í sannleikanum. Þannig að hann vinnur þegar við sannleikurinn upp á borðinu. Þegar við erum að fela sannleikan, hyljan, moka yfir hann, þá býður hann bara. Hann er meira sér svo góður að stundur henni að hjálpa okkur að moka ofan á því. En við erum jafnfljótt að moka yfir aftur. Er það nokkuð sárt? Ég get sagt ykkur að það er sárt að vita til þess að maður er kannski búin að hindra, komið veg fyrir eitthvað sem átt að gera svo löngu síðan af því maður var svo vitlaus að tala eitthvað bara svo vitleysingur. Og takt eftir, ég er ekki að tala um það að nú er þú bara, í Jesú nafni þá bara játa þetta bara alveg út og unn. Nei, ég er ekki að tala um það. Ég er bara að tala um hvernig þú talar í daglegu lífi. Örstutt hér í restina. Þú tekur hugsanirnar til fanga. Ef þær eru í andstöðu við það sem að þú þráir og vilt og Guð sýnt þér, þá stoppar þær. Ég var að ræða ekki við hugsanir mínar. Hve margir hafa ekki sagt þetta? Það er bara heilin á mig bara að flæja helmaður og ég bara veit ekkert hvað ég ræði ekki neitt við það. Ég ætla að fara að bæna stundum daginn og ég gæti ekki hugsa manna það sem ég ætla að gera á morgun og hann bara kemur. Ok, nú ætla ég að segja þér eitt. Hugsanir koma og fara. Það er skjótast og þú getur ekki stýrt öllum. En þú getur þetta er alveg eins og með fuglinn sem flýgur yfir höfuðið á þér. Þú getur ekki ráðið hvort fuglar fljúga yfir höfuðið á þér. En þú getur svo sannarlega ráðið hvort þeir búið til hreiður og verpa eggi í hárinu á þér. Það getur við. Og þetta er sama með hugsanir. Það koma að fara og þá spyrir ég hvað gerum við þar. Mörg okkar nefnilega staldra við hugsanir sem eru ekki heilbrigðar fyrir okkur, eru í andstöðu við trú okkar og andstöðu við bæn okkar og við höfum að huglega þær og svo byrjar að koma undan munn okkar. Og drepa okkur. Davíð konungur, ég ætla að enda með þessu. Hlustið á þetta. Ef þið haldið að þið hefði lent í vandræðum. Hlustið á Dabba. Davíð konungur Ísraels. Hann fer í stríð. Og hann með alla sína hermenn, nokkur 100 hermenn.
og þeir eru í styrjöld og koma svo sigur yfir heim. Svo koma þeir heim í Siklag þar sem að konur og börn og búfénaður og allt var til staðar. Þeir koma og kíkja, stoppa upp á hæðinu og horfa niður í Siklag. Allt brunnið, þeir ganga niður, konur farnar, börn farin, búfénaður farin, húsin brunnin. Það var allt farið. Bara það var búið að rústa öllu og ræna öllu, þá hefðu þeir komið inn og annar þjóðflokkur og tekið allt meðan þeir voru í burtu. Refirnir. Og hvað gerir Davíð og hans 600 hermenn ef ég man þetta rétt? Þeir gráta, hlusta á þetta, þeir gráta úr sér augun þangað til höfðu ekki meiri grátur í sér. Þeir gátu ekki gráti meir. Hefur þú grátið þannig? Það er bara búin í þér allir, sko, þú svo þurrausinn. Að það er ekki til dropi af tári eftir, það er ekkert eftir, þú er syrgið, það er allt. Kona mín er farin, sjáðu. Það er búið að stela henni. Davíð og kongur átti 2. Það er búið að stela þeim báðum. Og börnunum. Og búfénanum og öllu. Heyrðu. Ég efast að margir okkar hafa lent í nákvæmlega svona erfiðleikum. Heyrðu, svo byrja ballið. Þeir eru búin að gráta. Hvað gera hermennirnir? Þá safnast þeir saman náttúrulega fram fyrir Davíð og segir, þetta er þér að kenna. Já, þú tókst okkur í burtubæn, við áttum að vera hér. Þú veist, þetta er þér að kenna. Þannig að hann, hafi einhver lent í því. Já, vinir og ættingjar, já, heyrðu, þetta er nú þér að kenna, kallinn minn. Það er, þú veist. Og svo farið bara fingurinn á þig og þér er kennt allt sem úrskeiðis fór. Og Davíð, þá segir Biblían, Davíð fór og styrkti sig í Guði. Það er meira sér til þýðingar sem segja, hann hresti sig við í Guði. Í þessum hrikalegu kringumstæðum, þá fer hann afsíðis og styrkir sig í Guði. Og ég get alveg sagt ykkur, ég veit fyrir víst, og þið þurfum bara að lesa Davíð sálmana til að sjá að ég hef rétt fyrir mér. Hann notaði sömu prinsip og ég er búin að vera að tala í dag. Þó að maður undir gamla sáttmálanum og þess vegna var hann kallaður af Guði sjálfu, maður eftir Guðs hjarta, vegna þess að hann skildi samhengið í lífinu við Guð. Og hann hressir sig við Guði og ef þið lesið sálmana þá sjáu ég jafnvel, þetta er til sálmar, það sem hann byrjar á kvart og kveini. Hann byrjar tungan bara, hann mokar skíti yfir allt í lífi sinu bara, þú veist, það er allt ómögulegt og allir ómögulegir og hann er á svo bátt og hann er, ó drottinn, þú ert að fara frá mér og hann kom svona partí, svona sjálfs með einhverja partí, þú veist, það sem hann bauð öllum með, hann er ekki að skrifa það svo ég geti komið. Allir að koma og finna til með mér og ég kan segja, á svo bátt. Og takk eftir, ég er ekki hér að tala þá sem virkilega eiga bátt. Þið vitið það, krakkar. Það er nóg af fólki sem á virkilega bátt af öðrum ástæðum og orsökum heldur en sinni eigin tungu. Ég er að tala það sem þú og ég sköpum í okkar lífi með tungun okkar. Ok? Þið eru með mér. Svo hann hressir sig við. Og í sálmunum það sem hann byrjar svona illa, þá endaður yfirleitt á því hann, hvað er ég að gera þetta? Meiri vitleysa sem hann kom út mér. Snýr sér við og segir, drottinn fyrirgefðu, þú ert mikill. Svo byrjar hann bara að tala. Þú ræður yfir þessu. Þú ert minn Guð. Ég mikla þig, Guð. Hafið tekið eftir því að þegar þú miklar Guð, þá verður hann ekkert stærri. Hann er alltaf eins. Hann verður bara stærri fyrir þér. Það er eins og að taka stækkunagler. Hvað er stór? Af því þú byrjar að mikla hann. Og einu stað segir, hann tók og hann sagði, lofa drottinn, hann skipaði sál sína að lofa drottinn. Bara, lofa drottinn, sála mín. Bara onni í hálsmálið á sér, bara lofa hann núna. Veistu hvað það segir mér? Hann var ekki neinu stuði til þess. Hann var bara ekki neinu stuði. Hann langaði ekkert til að gera þetta, hann var bara fúll. Leið illa
ömurlega, það var ekkert að gerast í líf hans, það vantaði allt upp á þetta, það var ekkert líf, hann datt ekki í gólfið á síðustu samkomu og þetta var bara alveg, það var ómögulegt. Einmitt. Hann var ómögulegur vegna þess að Guð var einhvern veginn svo fjarri og þetta var allt. Og þá segir hann bara, lofa Drottinn sál mín. Þá barðist hann trúarinn og góðu baráttu, fór inn í sig og sótti orðin sem þurfti að koma og byrjaði að byggja sitt líf upp í sigri og krafti. Og ég skora á þig, elsku bróður og systur, taktu líf þitt, náðu í orðin inn í þér kraft Guðs og láttu þig byggja líf þitt til sigurs og lífs. Í Jesú nafni. Hjálpi mér, ég held að ég ráði ekki við mig núna. Mér langar til þess að bæta við. Innan ég held 3 sólarhringa frá þessari baráttu hans Davíðs, þar sem að allir snerust gegn honum og hann hressti sig upp í Guði, var hann konungur í Ísrael. Þau fundu allt og allt kom aftur. Það hafði engin meiðst. Það hafði engin tapað lífi, ekki neitt. Þetta prinsipvinir. Það sem hann að segja, hann Halldór, virkar. Og þetta aftur og aftur og aftur í reikningunum. Út af hverju? Því að þetta virkar. Já, þetta trúarinnar góða barátta. Ég get ekkert sagt núna, ég bara springi í loft upp. Það nú aldrei gott að samkomum að springi í loft upp. Það væri gaman að sjá það. Já, takk Jesus. Já, biðjum, nákvæmlega. Ef ekki rísa fætur og biðja. Yndislegt að sjá ykkur. Ég veit að við erum að sigla inn í og það fullt af fólki út af landi og allt að gerast, en mikið yndislegt að sjá okkur. Við ætlum að biðja saman. Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig í dag. Og Drottinn, það getur vel verið að við séum í aðþrengdum kringumstæðum í dag, Drottinn. En það sem við ætlum að gera, það að setja sjón okkur á þig. Við ætlum að stækka þig. Við ætlum að gera það sem við eigum að vera að gera hér í dag. Við ætlum að lyfta upp nafni þínu. Og Drottinn, þegar við lyftum upp nafni þínu, þá minnka okkar kringumstæður. Þá þú stór og allt sem við erum að gera, það verður minna. Og Drottinn, ég gef þér dýrðina. Því að í gegnum tíðina, Drottinn, þá hefur aldrei brugðist mér. Ekki einu sinni. Þú hefur aldrei brugðist mér, Drottinn, og ég vil bara þakka þér fyrir það að þín loforð standa. Þú ert kraftaverka Guð. Þú ert sá sem að gera leið þar sem að engin leið Þú ert sá sem að kom Ísraelsmönnum út úr Egyptalandi, Drottinn, og inn í Kanansland. Þú ert sá sem að mun leiða okkur inn í Kanansland, Drottinn. Og Drottinn, í dag, þá brýt ég hlekki af því sem hefur verið sagt yfir líf okkar. Hvort sem að við höfum talað út sjálf eða aðrir hafa talað yfir okkur. Ég brýta á baka aftur í Jesú nafni. Og ég lýsi því yfir að þú ert frjáls í dag. Harabashiak. Og notum ekki frelsi til færis fyrir holdið. Harabashiak, heldur þjónum Guði. Þjónum Guði, lofsumum Guði á hverjum einasta degi, mörgum sinnum á dag. Lyftum nafni Guðs og þökkum fyrir það stórkostlega sem að Guð hefur gert í líf okkar. Harabashiak, Jesus. Og ég bara, Drottinn, við afklæðumst okkar eigið, Drottinn, okkar eigin löngunum og bara mistökum og öllu, Drottinn, og við íklæðumst þér. Og í dag, Drottinn, þá nýtt uppaf. Það ástæð fyrir því að við héldum blöðrum hérna uppi út af því að við erum að fagna nýju uppafi. Því að þú hefur nýtt fyrir stafn og í dag verða þáttaskil. Það verða þáttaskil. Við ætlum ekki bara að vera heyrendur orðsins, við ætlum að gera orðið. Og við ætlum að sjá sigra sem við höfum aldrei séð áður í líf okkar. Við ætlum að sjá það gerast í Jesú nafni, í Jesú nafni, í Jesú nafni, amen. Harabashiak. Ef þið viljið fyrirbæn og eitthvað til að standa með ykkur í bæn, komið þið fram, annars stundin formlega lokið og bara Drottinn bless ykkur. Það bænastundin á þriðjudaginn 7:30, hvet ykkur til að koma og svo verður meira eftir því sem að sumari tekur enda á svo framvegis, þá bætum við meiri dagskrá. Þannig að komum saman og Drottinn bless ykkur í Jesú nafni.